spurning, þetta ekkert eitthvað svona kynlífsspurningar eða eitthvað. Herri, ok, þarna fyrst spurning. Hver aldur og sambandsstaðan? 23 og ég í sambandi. Herri, ég er að vera 30 og ég í sambandi. Ég hérna á föstu og 26 ára. 22, ég á lausu. Herri, 22 einhlepp. Hver mestu mistök sem að konur gerir í kynlífi? Herri, kærasti minn stendur þarna fyrir aftan myndugumanninn. Ok, hvísla það bara. Hvísla, að býti ekki nógu fast, sko. Ekki nógu aktívar, býti ekki. Ég bara veit það ekki, sko. Bara gera ekkert rangt. Nei, það er bara, mín er bara mjög góð, sko. Er þeir ekki alltaf að búast við að kallmaður taki stjórnina? Það er svolítið þannig. Já, það er mistökin. Það takist mistökin. Já, taka það ekki sjálfur. Búa ekki það. Búa ekki það. Hversu lengi á kynlífi að endast svona eftir að forleiki lýkur? Þetta er kortið 20. Svona 10 til 12 mínútur eftir forleik, sko. Eða bara svona 2 mínútur. Það er solid 2 mínútur. Meira en svona 10 en ekki mikið meira en svona 2 tíma. Lengi. Ég myndi segja 10-15 mínútur. Já, ekki þessu 20 mínútur bara. 20 mínútur. Uppáhalds kynlífsstelling. Það væri svona mjaltakona. Ok, glæsilegt. Hvað er það? Það er sko þegar sko hinn aðeins sittur ofan á og þú ert svona að mjálta það, sko. Ég skil þig. Þegar hún er ofan á. Það er bara trúbóðin. Trúbóðin. Ekki þetta nýtt. Ekki þarf að flækja þetta. Trúpaði. Ég veit ekki, þú veist, spúnið eða eitthvað. Doggy. Ok, hvort er þetta meiri rassamaður eða brjóstamaður? Rass. Fljótur að svara hana. 100%. Rassamaður. Klárlega mér rassamaður. Bara brjóst. Rassamaður. Brjóstamaður. Bara híklaust. Já. Góða spurningar hérna, beint kynlífi. Ég er meiri fyrir rass á konum. Ok, hvað er að vandrarasta sem gerst hefur hjá þér í kynlífi? Nú veit ég að kærastæðin sendir þetta bakvið. Ég mæli með að sagan tengist ykkur kannski. Þú miskildi mig samt aðan, sko. Kærastinn minn. Kærastinn þinn? Já, ok. Detta fram úr rúminu, sko. Þetta er fram úr rúminu. Það er bara þegar pabbi gekk inn, sko. Það gekk inn á okkur. Já. Það var óþægilegt. Já, það var ekki mjög þægilegt. Það var svolítið vandræðilegt að horfa í augun á hann. Ég man ekki eftir neinu. En kannski ekki á viniðinu til dæmis? Já, hann var að stunda endaþarmsmögg og gerðan misti út úr sér. Já! Í rúmi á hann. Það er vandræðilegt. Og þetta er viniðinu, ekki? Jú, ekki ég. Ég hef nú bara lifað þokkalega vandræðalausu kynlífi. Vinur minn, ekki ég lenti í því að hann fór á svona bara þorrablót og hann hitti konu þar sem að hann var eitthvað að tala við og var eitthvað með þarna og hann fór heim með henni. Fattaði eftir á að þetta var bekkjarsitt til pappans síðan á grunnskóla. Ok, ég get trúið að það verður minnst vandræðilegt. Það var ákveðin skellur. Ákveðin skellur. Mjög fyndið þegar hann sagði mér það.